Góðan daginn og velkomin í þátt númer 156 hér á YouTube-rásunum minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu óð. Nú í dag er mánudagurinn 16. mars og ég er búin að klára svo mikið að ég var að fara að sýna ykkur. Ég get nú að fara að ganga frá þessu og nota þetta og allt það. Og líka alveg komnar góðar 4 vikur held ég síðan að ég sýndi ykkur síðast. Það er nú fyrir að líða daginn, þannig að það er ekki kaffi. Ég er með tjæblöndu í mjólk og vatni. Gott svona eftir busy dag. En ég ætla að fara yfir klár í dag og verkjavinnslu og hvað er á döfunni. Það er svo sem ekkert mikið meira en þetta sem að ég er með í vinnslu. En það er reyndar eitt sem ég er ekki búin að fitja upp á, en það fékk ég bara tilkynningu í gær að ég ætti að gera það. Þannig að ég sýni ykkur það á eftir og af hverju. Ég ætla bara að byrja að sýna ykkur fyrsta klári af því ég er að kafna í þessu. En þetta er, hvað er próf? Ég var búin að fletta upp þannig að ég sagði þetta Já, klóver frá Skappel sem ég byrjaði á í fyrra vetur. Handaði í peysu handa mér og handa dóttur minni og ég lét hennar ganga fyrir af því að hún fékk hann í afmælisgjöf og ég var alveg búin að prjóna yfir mig eftir hana af tvíbanda prjóni, þannig að þessi satt svolítið á hakanum. En hún er núna tilbúin og gatniðin ég pantaði það líka frá Skappel í Noregi og líka til þess að fá uppskriftina þá með. Þetta er súri norsk lambsull sem ég er í og fjólublái er litur 119 og aprikósu 124 og það fóru 226 gram af þessu fjólubláa og 164 af hinum. Þetta er aðalega prjónað 5 mm og stroffið á 4 og þetta er smólstærðin og þess klárað 9. mars. Man ekki alveg hvernig ég fytti upp á henni. En hún er bara svona oversized og fín. Nær veit ekki hvort það gagnist eitthvað að fara upp á. Hún er bara svona voða víð og juicy og ógeðslega heit. Þannig að og eins og með hina uppskriftina þá ef ég hefði nennt þá hefði ég aðeins pælt betur í þessu. En ég fór bara alveg eftir uppskriftinni. Það hefði alveg mátt gera þetta bara fallegra að vera bara með alltaf einlitt eða einlita lykkju alla leiðin upp á milli. En það er alveg tekið úr sikkur megin við prjónamerkið. Þannig að en þú veist, ég er ógeðslega ánægð með hana. Sérstaklega þegar ég er í henni úti við. Það er algjör killer að vera í henni inni. Og íbúðin hjá okkur er algjör steik sko. Þannig að leið og sólin byrjar að glenna sig svona eins og núna þá verður við bara að lækka öllum ofnum. Þó að segja þá vetur. En já, bara mjög ánægð með hana. Ekkert sérstaklega vel skrifuð uppskrift en munstrið er fallegt, gatnið er geggjað og ég er bara mjög ánægð með hana. Ég ætla bara að setja ykkur á pásu og fara í næstu flík. Næsta er svo Rosy Sweater eftir Lene Holme og ég bara klára hana heldur daginn eftir síðasta þátt eða svo. Aðeins búin að vera í einu en það er, þú veist, lambsullin frá Bísebúsers geggið og það fóru tæpa 6 dokkur af hvítu og eina af þessari grænu. Ég gerði stærð númer 3 og á prjóna 5, 4,5 og 4.
Og þetta er sem sagt þessi rós sem er bara með þessum einfalda bekk hérna og ekki með ísettarermar og bara mega þægileg. Er ég mögulega í henni? Nei, ég er í henni réttri. Og hún er bara svona perfekt undir úlpu eða bara svona ein og sér. Og hérna ótrúlega létt, þetta er náttúrulega bara rétt yfir 300 eða 300 grömm peysan, en mjög bara heit og hlý og notaleg. Og þetta var góð uppskrift, ekkert vesen með að prjóna hana og hérna og lambsullina frá Bísi Búsers fékk ég hérna í Garnico sem er netverslunin upp á Akranesi, en ég bara fór á opið hús, stundum afsakið með opið fyrir gest og gangandi og ég nýtti mér það daginn. Og hún er ótrúlega fljótt prjónuð þessi. Og líka sérstaklega því það er bara, þessi munsturbekkur er ekki alveg símunstraði svo hinn sem ég var í á undan. En þessi er álíka heit og hinn, þannig að ég ætla að skipta aftur. Nú, ég held ég hafa ekki verið farin að fitja upp á þessari í síðasta, þó 5. febrúar. Mögulega verið rétt byrjuð. En þetta er Fredrika Svetter eftir Jóhanna Gerris. Hún er mjög vinsæl núna, með mikið á svona fallegum kjólum og alls konar blingumskriftum, og ég var að prjóna kjól eftir hana. Hugsaði svo, akkur að prjóna kjól, þú gengur aldrei í svona stuttum kjólum og ekki nefndi að fara síkkan, þannig að ég er bara komið það gatn í annað verkefni sem ég sýni ykkur eftir. En ég prófaði eins og sem margir að prófa að panta þarna hobby gardsíðunni og pantaði French Kid Silk og Party Deluxe sem er reyndar til að mér skilst hér á Íslandi eða allavega eitthvað sambarlegt. Þannig að ég fekk mér það. Ég var örugglega þegar ég var búin að sýna ykkur gatni og ég var líka með gult en ég ákvað að halda mig með 2 liti bara í þessar og því afsakja að ég er í svörtum bóli innandir. Já, þetta er náttúrulega verið hvítum en hugsa ekki. Já, þetta er stærð 3 og á prjóna á 5 mm og 3,5. 1 þráð af móher og 1 þráð af svona blingþræði. Og ég ákvaða bara að hafa hann alveg svona, skipta litunum hérna bara í þessu og hérna eru svona ísettar ermar og þetta var rosalega góð uppskrift. Og ég er náttúrulega svo heppin að geta gengið í gaddavir næstum, þannig að þetta móher samt klæjar alveg, eða þú veist, ég finn alveg fyrir því að það truflar mikið neitt, en ég hugsa að fyrir viðkvæma bara, þú veist, leave it alone. Og þetta bara nær svona hérna rétt niður á mjaðmabein og er bara svona semi-party-fire peysa. Bara alveg hæfilega mikill slatti af blingi. Og allir gott að hafa smá bling í sínu lífi þessa dagana. Og já, ekkert mikið meira það að segja. Kannski ég segi ykkur cirka. Það fór 200 grömm af hvíta móherinu og 41 grömm, 41 grömm af hvítu og 70 grömm af bleika og af Party Deluxe fór 54 grömm af hvíta og 110 af bleika. Og það var bara, þetta var eldsnöggt að koma sér hingað til lands þessi pöntun. 1 stopp í viðbót, mögulega, já 2 stopp í viðbót. Svo er það Franny Granny
heklaði bólur, heklaði hann á 4,5 mm heklunál, stærð medium. Þetta var fljótgert, þetta gerði ég frá 16. til 22. febrúar. Og ég notaði þess að Singles Merino í þetta allt saman og hélt í 2-földu. Og þegar ég fór staðið voru þetta 378 grömm, svo tæplega 4 hespur af 100 gramma handlituðu. Og já, þetta var bara svona eitthvað sem ég langaði ógeðslega að gera og prófa og ég er bara hrikalega ánægð með þetta. Þetta verður alveg næs í vor og snemmsumar útlandaferðunum eða á góðum íslenskum sumardegi og hún er náttúrulega eins að framan og aftan og ég, eins og ég hef alveg sagt áður, ég er ekkert eitthvað svaka heklari en með góðum leiðbeiningum og YouTube þá er nú bara ýmislegt hægt. Ég er alveg að springa hérna, þetta er búið að vera í upptöku í 11 mínútur, mér líður eins og ég sé búin að vera í hálftíma því mér er alveg svo heitt. En ég ætla að fara úr þessu og í síðustu flíkina. Hún er kláruð en það vantar tölur, en ég ætla að fara í hana því ég veit að hún er aðeins léttari og ég með mögulega ekki kafna hérna í henni. Þannig að aftur á pásu. Þetta er Frostlines eftir hana Andreu Mári sem ég sagði ykkur síðast þætti að við langaði til að gera og svo fórum við í bústað núna 7. mars og ég tók með í hana til þess að byrja á henni og ég er búið með hana. Ég kláraði hana í gær, kláraði hana í gær, yfir formúlunni í gærmorgun. Eina sem ég átti að gera er að setja á hún tölur, ég var bara að taka hann af ofninum. Þannig að í þykjustunni er tala hér, en það koma 3 tölur. Og þetta er bara svona golla, hérna er endir sem ég átti að fela, klikka eitthvað hana. Þetta er úr Drops Air, hún er bara létt og þægileg og ég er að fara til Parísar páskana. Og langaði mér mjög viðeigandi að vera í röndóttu í París. Þannig ég skellti þessa og ég líka bara þegar ég sá þessu uppskrift þá bara já, ég ætla að gera þessa. Og ekkert endilega þá með París í huga, mér langaði bara að gera hana og hún var ótrúlega skemmtileg. Ég kaus að Andrea segir maður þurfi ekkert að taka auka litinn á milli heldur bara leiðan hinn upp en ég veit alveg að ég get gleymt mér svo hressilega að ég ákvað frekar að klippa alltaf á þá þræði en leiði hvíta hins vegar að fara bara upp og ég hef bara endað í einhverju brjálari flækju líka ef ég þekki mér rétt með 3 mismunandi liti í gangi og 2 alltaf að þvælast fyrir meira heldur en að gera gagn. Og þetta er stærð númer 4, fóru upp stærð að því ég var að nota líka pínu fínnagat og ég prjónaði þetta samt á prjónunum sem er gefin upp 4,5 og 3,75 og ég notaði 250 gram af Drops Air, þessum hvíta, bleiki fór ég með 40 gram í og aprikósu 36. Þannig að þetta eru 326 gram af ógeðslega mjúkri og góðri peysu og geggjaðar leiðbeiningar og mér finnst frágangur eins og vel heppnaður eitthvað, ég bara rígmontin á þessu og þetta er líka, þar eru vel skrifaðar hjá henni Andreu Mári, þannig að ég bara, já, mjög ánægð. Er að kafna, þannig ég ætla bara að leyfa mér að sitja hérna á stutterinn á bólunum með ykkur rest svo ég vaði nú ekki alveg hérna áfram bara og rumpi þessu af á augabragði. Svo er svo öllu kastað hérna til hliðar, þannig að það er ágætis frágangur sem að bíða mér nú eftir.
Nú, svo kláraði ég var búin að sýna ykkur að gera svona gyltahúfu. Hún heitir, þessi húfa, heitir Terrazzo. Fór mikinn á rafverðli í þessi. Terrazzo. Og þetta líka alveg mjög næs verkefni. Það koma alveg dagar af og til upp í vinnu þar sem stundum bara frekar rólegt og svona ákveðin tímapunktur og ég vissi að það yrði svolítið þannig. Þannig að ég tók þessa með og vann svolítið inni þar. Ég ekki búin að þvo þessa og ekki hina heldur. Ég ekkert að stressa mig eitthvað á því. Sé bara, það alveg fínar svona óþvegnar. En þetta hérna aðaliturinn aðalgatnið Noro Silk Garden Solo Sock. Fekk þetta í storkinum. Ein dokka af því, fara 85 gram í þetta. Og Lamana Premium óhrið. Það var líka ein dokka af því, 19 gram af 25 gramma dokkunni í það. Og ég prjónaði þetta bara á uppgefna prjóna og gerði medium stærðina. Gerði þess aðeins síðar en hina. Þannig að bara mér svo gott að geta tekið þetta vel niður fyrir litlu viðkvæmu eyrin mín. Svo þessa sem að ég sá þessu uppskrift hjá, með podcast sem heitir Table No. 10. Þær eru líka báðar búin að gera svona, nema þær voru með þetta í litnum champagne eða eitthvað svoleiðis. Frá Solo, Noro. Mér finnst það alveg svakalega fallegur litur og alveg ef ég sé hann einhvern tímann, þá mun ég grípa þann lit. Maður aldrei ómikið af húfum sem passa hausinn á manni þegar maður eyrnabarn. Nú, svo bý ég hérna í alveg dásamlegum stigagangi og fyrir neðan okkur Helga býr fullorðinn maður, held að hann sé 76 ára á þessu ári og hann mjög flinkur í höndunum, hann bara svona allt múlíkt maður og hefur í mörg ár svona í aðdraganda því að hann hætti að vinna og eftir hann hætti að vinna þá var hann að laga tjöld og klæðning og þú veist tjaldvagna og alls konar svona, þannig að hann mjög flinkur í höndunum og hann hefur alltaf af og til gripið í prjónana og svolítið mikið núna í seinni tíð. Nema hann fer mikið í burtu og lánar okkur Helga alltaf bílastæði fyrir framan bílskúrin sinn á meðan, þannig að við getum þá haft hinn bílinn okkar þar og þurfum ekki verið að taka upp gestastæði í aukabílinn okkar. Og ég fór með reyktan silung sem honum finnst algjört lofstæti sem þakklætisvott í síðustu viku og gaman hann. Svo ég komin hérna upp og nýbúin að hlamma mig niður, þá bankað, þá birtist sá gamli með svona líka sjúklega fallega sokka sem hann prjónar sjálfur. Og hann bara gefið þetta, hann þorir ekki að verðleggja sig eða bara, ég segi, seldi þetta eitthvað þar, fáðu fyrir gatninu. Þetta fullorðinn maður sem á ekkert kannski eitthvað bönns af þessu, en hann getur alveg selt þetta fyrir gatni, svona, og rúmlega það, sko. Þetta eins og úr prjónavél, þetta svo vel gert og flott hjá honum. Ég tími ekki að nota þá, en ég svo, sko, núna skil ég, það svo auðvelt að gleðja okkur sem að vitum vinnuna sem liggur á bakvið svona og ég mun alveg passa þessa. Ég held að þetta sé karisma gatnið, þannig að þetta verða bara svona kósí sokkar. Þetta ætla ég ekki að tróða ofan í skó eða neitt svoleiðis. Þetta verður bara svona með mér í kalt á tásun og kvöldin og mögulega tími að nota þá. Af því að, þá ég búin að fara yfir klárin og gjöfina.
af því að ég er núna að basla svona svolítið við eitt af einkennum mínum á mínum MS-sjúkdómi. Ég fæ rosalega mikið spösmum aðalega í bakið, en núna þetta að príla í upphandleggsvöðvanum á mér, er að pönkast í mér þar og búið að gera í svolítið tíma á þess að ég væri eitthvað að átta mig á því. Nema að fyrir svona kannski 2 mánuðum þá hélt ég hefði gert eitthvað við öxlina á mér, að mér var svo illt framan í. Og ég er náttúrulega svo lánsöm að vinna á sjúkraþjálfunarstöð og náttúrulega bar þetta upp við minn sjúkraþjálfara og hann fór eitthvað að djöflast í öxlina á mér og vesens þar og við fundum ekkert út úr sögu. Í næsta tíma þá fer hann að fikra sig niður og finnur hér bara allt í hörðum klumpi. Og hann nær svona aðeins að byrja að losa upp og ég fyrir daginn eftir í svona sogaða ermi til þess að fá nudd og blóðflæði í þetta og það hjálpa alveg helling og ég var bara þokkalega, þurfti að hlífa mér í eðlilega þegar ég var að lyfta sérstaklega upp fyrir mig og ég sem típisku bæsepp æfingum, ég létti bara töluvert frá því sem ég var vön að gera. Nema svo í síðustu viku þá vaknaði ég bara alveg í kross með upphandleggsvöðvan og við svo sem ekkert búin að endilega hengja þetta á eitthvað prik, eitthvað MS-prik eða æfingaprik eða eitthvað. Og ég prófaði strax að fara í stífilega eða þessa ermi, af því það virkaði svo vel síðast og það gerði það ekki núna og mér var bara ógeðslega illt og ég var að prófa kælda og eitthvað svona. Svo losnar óvænt sama dag á mánudaginn fyrir viku tími hjá mínum þjálfara og ég var svona líka frekar krumpuð því ég fann það að ég gat ekki prjónað hvorki á lítinn lítinn prjónahring eða á granna prjóna og ég var að fara að byrja á verkefni fyrir Lindu og Stíven en ég varð að láta það frá mér af því það var mjög fingir að prjóna sem að triggeruðu þetta. Og meira segja pantaði með prjóna og allt í verkefni til þess að hafa þetta nú bara mjög næs og svo þegar ég var að rembast ennþá við að fitja upp á mínum prjónum sem að hentuði ekki svo í verki þegar að þess vegna pantaði ég mér minni hringprjóna og tóku aldrei upp úr umbúðunum út af þessu að þá komst ég bara að því að það var ekki bara lítið ummál heldur líka hvað voru grannir sem þetta fór svo nýtt í mig. En þess vegna hefur verið alltaf að prjóna þetta sem er í augnablik. Ég held að kallinn var að koma heim, en svo sagði nei, hann flýgur ekki yfir fjörðinn. Já, þannig að ég semst var bara að láta frá mér verkið af því að þetta ýtti undir óþægindin. En hann á mánudaginn sáu að þetta var ekki, það var eitthvað að og á miðvikudaginn fór ég svo aftur á bekkinn hjá honum og þá bara bókstaflega fór hann, það var ekki hægt að ýta á þetta var svo stíft, það gerðist ekki neitt og hann bara fór með fingurgómana hann á kaf og losaði og ég sagði, hvað ertu að gera? Ég er að spila á vöðvaþræðina þína. Mér leið bara eins og ég var eitthvað hljóðfæri og þetta var alls ekki gott og en strax bara kvöldið þá kom svona léttir og daginn eftir var ég strax mikið betri en fann alveg allar tölvuvinnan, músin, allar finnhreyfingar eru, ég þarf að vera mjög meðvituð þetta en á móti kom að ég gat strax farið að þyngja lóðin nema þessi ákvað maður ekkert að fytta því en ég bara þyngi ekki neitt sem að ef ég finn fyrir þessu þá bara létti ég eða geri aðra æfingu eða eitthvað til þess að losa þetta og svo var ég það ennþá í morgun hann ætlaði að fá að fara í þetta aftur og ég bara veist það nei við skulum bíða aðeins ég er ennþá ég var ekki lengur í vöðvanum bara svona í yfirborðinu eftir hann. Þannig að við ætlum að skoða þetta bara nær dregur að helginni en þetta er þá sem sagt bara rauninni
hálfgerður krampi í vöðvanum nema hann var bara læstur hann inni þessi krampalufsa og þetta getur alveg tekið tíma að vinna sig út úr þessu en eins og ég segi ég er heppin með minn aðgang að mínum elsku bestu sjúkraþjálfurum sem að vilja allt fyrir mig gera til þess að halda mig gangandi. En þetta var alveg bara, ég hef aldrei þurft að gefa frá mér verkefni í sambandi við svona þegar að gera fyrir aðra og mér finnst það ógeðslega leiðilegt en þau eru bara mega skilningsrík, Linda og Steven og sem betur fer. En þetta er líka ástæðan fyrir að ég hef verið svona frekar löt við að taka eitthvað af mér af því að það hefur eitthvað verið undir meðvitundinni sem er búið að vera að pota í mig lengi sko að ég einhvern veginn hefur verið svona að veigra mig við skuldbindingar út af þessu að ég virðist þurfa að leggja oftar frá mér prjónana heldur en ég þurfti. En núna þegar ég veit hvað þetta er að þá bara, þú veist, veit ég hvað ég er að díla við og þarf bara að komast yfir þetta og get svo vonandi bara tekið aftur upp þráðinn í hérna því öllu seinna. Svona þegar ég fer að vera búið með allt þetta sem er inn á gólfinu fyrir frammi sem ég ætla að segja ykkur frá núna. Svo ég er búin að vera svo kvefuð að ég er eins og mæðveika rolla henni. Ég er búin að vera bara kvefuð eiginlega síðan að ég tók upp síðast. Þá bara var ég bara hálf lasin sko. En ég er að gera lopapeysu í veiðina. Bara svona mjög einfalda. Ekkert búin að gera mikið inn að ég náði. Við vorum að góna á eitthvað henni upp í rúmi. Nei, það var laugardagsmorgun. Við vorum að horfa á tímatökurnar í formúlunni og þá var ég aðeins að prjóna hérna í bolnum og þetta er bara hérna æsver saga garnið. Geti mér ekki notað Ístex ullina en splæsi á mig Þingborgar ullinni þegar að hérna það á við en ekki kannski alveg endilega fyrir slórið sko. Maður þarf tíma að nota hlutina. Ég er nefnilega á eina sem ég nota fyrir ennþá með en hún er bara svona hnausþykk. Hún er úr einföldum plötulopa og einbandi sem ég tek alltaf með í veiðina en hún er mjög þykk og hlý og þétt og geggjuð þegar það er kalt upp á hálendinu en það bara hefur ekki verið kalt undanfarin ár. Svo að hérna, mér vantar oft eitthvað svona á milli þess að vera bara í ullabólunum undir veiðidressinu og jakkanum og þannig að mér vantaði svona, já, aðra peysu til þess að henda utan á mig. Nú, svo byrjaði ég hérna á Alfífu sem að hún Prjónea eða Magnea mín var að segja okkur frá og ég er nú alveg búin að gera svona. Þetta er úr heimagarni eins og bara allt sem ég er að vinna. Eins og Magnea segir, þetta er úr heimagarni leið þetta komið heim til þín. En ég er ekki komin lengra en þetta. En við sjáum hvað setur. Og ég er með tvöfalt hérna bæsugól. Mér langar nefnilega ógeðslega að klára þetta að þetta passa svo vel við úlpuna mína. En þetta er hérna bæsagúl frá Westwool og þetta er Dijon liturinn og ég held þessu tvöföldu og þetta er fingering weight. Það eru 175 metrar á 50 grammann. Þetta er svona alveg á mörkunum að vera sport. Svona, já, geðveikt gagn. Westwool er bara geggjað gagn. Þannig eins og ég sjá ekkert mikið búið að gera en búin að fitja upp á. Það er alltaf eitthvað. Svo var hún Lóla Ír hérna sem að gerir uppskriftirnar skemmtilegu og pelsana frægu. Hún var að gefa út svona bara trefla uppskrift hekla og að sjálfsögðu var ég að prófa það og þetta er bara Drops Air og ég svona held
að ég sé alveg að koma með breytina, ég hef ekkert verið að skoða uppskriftina, þetta er bara verið svona næs í bílnum að dunda við og svo koma rosa löng bönd hérna á endana, að fringe. Svo skrifa hann þetta alltaf á ensku, þá get ég ekki talað þýtt þetta yfir á íslensku. Full verið í manni. En þetta er bara drops, er mix sem við flest þekkjum. A medium thick blown yarn made of baby alpaca merino wool. 150 metrar í 50 grammunum. Þannig já, ég kannski geri 1-2 rendur í viðbót og fer svo í fringeið. Og þetta alveg lítur eiginlega hálfpartinn út eins og klukkuprjón eða þetta aðferðin sem hún Andrea Maury notar í Jonty sjalinu sínu sem ég er nú búin að gera líka. Ég er nefnilega hausinn á mér pínu komin í flugvéla prjón. Ég er svona að reyna að finna eitthvað mér þægilegt til þess að hafa þar af því að við verðum út í París páskana. Og já, ég ætla nú ekki að fara að blæða það. Svo er ég að gera hérna home camisole sem er úr garninu sem ég ætla að gera í einan kjól eftir hann Jóhannu, en fatta svo ég geng ekkert í stuttum kjólum. En þetta heitir home camisole eftir Kadri og ég stal þessari hugmynd því að dóttir minni langar svo að gera sér svona ból, svona bara bólvíðan úr einhverju blingarni fyrir konukvöld í og ég held að við verðum ábyggilega 50% konunum þarna í svoleiðis af því að mögulega gerir ég svoleiðis líka. Ég er ekkert að fara með henni, þannig ég get alveg gert svona líka. En ég ákvað að prófa en mér langaði að nota þetta dásamlega gadd sem ég fékk hjá Garn í gangi í kjólinn, Knitting for Olive Pure Silk, og er að nota það tvöfalt í þetta og ég er bara að prjóna upp úr bolnum og ég sá það líka að þetta er allt og stórt á mig. Þannig að ég er að gera þetta já, tvöfalt á 4 mm prjóna og ég er búin að gera frampartinn og er að byrja að setja hérna upp á bakpartinum og hann er eins í rauninni og framparturinn, svo þegar ég er búin með hann og búin að tengja við frampartinn og þá er þetta bara slétt alveg hreint till the cows come home. Það geti alveg verið geggja næs, svona kjafta prjón dæmi, eftir að skoða það. Og mér langaði líka bara að gera þetta upp á 8 því við erum náttúrulega alls ekki að fara að nota uppgefið garn í þessa bóli fyrir þessu uppskrift. Þannig að mér langaði svona aðeins að vera búin að átta mig svolítið á hvað prjónfestu ég fæ úr þessu svona og að því að við ætlum að nota þetta hérna úr handverkskunst sennilega tvöfalt ef ekki þrefalt. Það er svona litlar dúllupaljettur í þessu. Minn verður að sjálfsögðu bleikur eða aprikósu, bara eftir maður minn er að koma heim með meira af þessu og að því ég þurfti að skila öllum prjónunum sem ég var búin að kaupa mér og gat ekki einu sinni tekið upp úr umbúðunum að því ég sá að ég myndi ekki geta unnið á svona fína eins og sakistanda og ég fekk líka í staðinn garn í svona bling bling ból líka. Þú veist, blingurinn, þá bara tekum maður þátt því. Að því ég var með, eins og ég sagði ykkur, var ég með í sölubás í gullinu mínu og það fór alveg slatti. Nú er að opna svona verslun hérna á Skaganum sem heitir Bás 33 og ég er búin að panta mig þar eftir páska og þar fyrir bara restin af því sem seldist ekki
í bænum og mögulega eitthvað meira með. Ég tók trillinga á fataskápnum mínum í morgun. Alltaf gott að koma ónotið í umferð annars staðar. En svo ákvað ég að gera mér svona hausinn komin svolítið í léttar flíkur af því að ég að þvæla svolítið mikið erlendis í ár og ég ákvað að gera ranunculus og byrja á þessu í gær og þetta náttúrulega bara easy breezy lemon squeezy og ég var búin að gleyma hvað það skemmtileg uppskrift. Þetta líka frá Hobby og heitir Seashell, þessi típa af garninu og þetta samsett úr 40% bómull, 35% viskós og 25% lín. Og það 150 metrar í 50 grammunum og ég bara að prjóna þetta einfalt. Og í leiðinni ákvað ég að kaupa í svona fyrir svölkonu mína, hún veit ekkert á því, en mér tekst að klára það fyrir ferðina sem við erum að fara saman í. Þá verðum við svona ranunculus twins. Þannig að það svo skemmtilegt við ranunculus. Maður getur notað hvaða gat sem og bara gert, ef maður veit sirka ummálið á viðkomandi, þá nokkurn veginn hægt að gera þetta blindandi á viðkomandi. Blandan í þessu, þetta New Areso, hún pínu öðruvísi heldur en í það sem ég að gera mig. Það 33% hör, 47% bambú og 20% bómull, en það sami grófleiki, það 150 metrar á 50 grammunum. Það alls ekki réttur litur á þessu, hann meira grænn heldur en svona birtan eitthvað að punkast í okkur hérna. Þannig að það hérna í Barbapapa pókanum, þessar tvær bara saman. Nú, svo var ég eitthvað að segja við systur mína sem ég verið með út í París páskana. Nú var París að peysa mín tilbúin og ég að bara eftir að setja tölur og allt það. Og þá segir hún, nei, hún ekki tilbúin, þú ætlar að gera þessa líka. Ég bara, nú, ok, hörðu. Og þá bara hérna spjaldtalan mín batterislaus, ég ætla að fara og ná í hleðslutæki. Hún svo batterislaus að það ekki séns að koma inn á lífi henni, ég náði bara í tölvunum mína. En hún sagði, þú ert að gera þessa, ég að gera svona, þú þarf líka að gera svona. Og þetta nýútkomin uppskrift, þannig að ég bara rauki það að splæsi þessa og hún prjónuð á þetta DK grófleiki og prjónuð í hérna Life in the Long Grass. Hvað ég að opna þetta í? Life in the Long Grass, skal ég eitthvað segja, garninu, DK Superwash. Og þetta eftir frá Woolen Pine. Mjög svo fögur. Ekki alveg nógu proff, en þessi forsíða segir ykkur svo sem ekki mikið. Þannig að ég gjóði eitthvað aðeins augunum á þetta í gær og ég tjekkaði í fyrramáli hvort ég eigi eitthvað í þetta. Og hún heitir Cloudbreak Tea. Og já. Og ég bara að fara að fitja upp það þessari þegar ég búin að ganga frá ykkur og setja mig inn á, eða láta þetta malla inn á YouTube. Og ég fann til, eins og ég segi, Life in the Long Grass, DK Twist sem ég keypti ekkert tímann fyrir löngu hjá Stephen and Penelope og ætla að nota það. Og ég með Mythical
með þessa 3 og ég ætla bara að bara marla eins og við segjum. Ég þarf að taka mynd af þessu og skoti svarthvítu hvernig best að raða þessu upp. Ég hugsa að þessi ljósi verði efst og svo eða þessi. Já, það fer svolítið eftir hvorum græni, hvorum hann blandast betur við. Báðir koma alveg til greina þegar þeir eru báðir alveg með þessa liti og í þessum græna. En 3 hespur eiga alveg að duga mér í þetta og það sem þetta nú prjónað ofan frá niður, það, þú veist, ég get prjónað hérna niður fyrir ermar, gert ermarnar og svo bara leyft garninu að ráða rest eða ekki. Og þetta sérst litinni Flax, Mythical og Lycian. Þannig að já, ég semst að fara að fitja upp á ból sem var alls ekki inn í myndinni í gær. Að fara að fitja upp á. Nú svo eru náttúrulega bara hérna teppin á baku tjöldin alltaf. Það bárust, þið eitthvað sem hafa kannski fylgst með Bakery Bears, það bárust þær sorglegu fréttir að Dan er látin, maðurinn hennar Kay sem hérna eini, hún sá að hanna uppskriftirnar og hann sá myndatökur og upptökur og prjónaði mikið sjálfur og þá helst uppskriftir eftir hanna. En hann lést á stuttum tíma eftir 3. krabbameinsgreininguna sína og verið að jarða núna í þessari viku og þá tók ég aðeins upp teppi sem ég að hekla eftir hana og vann svona svolítið í því og horfði á fyrsta þáttinn sem þau gáfu út á sínum tíma, ég man ekki hvort það sé 10 eða 11 ár síðan eða eitthvað og ég fylgst með þau bara síðan af því að þau eru svona einhvern veginn mín tenging við England, þau eiga heima rétt hjá þar sem við áttum heima í Englandi og bara það var eitthvað svona gott að hafa ekta Breta á skjánum annars lagið og þau voru bara yndisleg samrýmd hjón og með þetta dásamlega sameiginlega áhugamál og gerðu virkilega skemmtilega og vanda og góða þætti og hérna og við sem erum Patreons af þessum þáttum þeirra við höfum tekið okkur saman og erum að láta útbúa stórfenglega gjöf handa Kay til minningar hann og það verður yndislegt að geta gefið henni eitthvað tilbaka og leyft henni að finna að hún ekki ein og hún svo sem alveg meðvituð það, hún búin að mér að æfa sig að taka svona stutt blogg og það sem hún kemur bara svolítið rá fram og leyfir okkur bara að vera með svolítið í þessu. Hún alveg blautt á bakvið eyrun en hún sagðist hafa í sambandi við upptökur, en hún betri en ég veit ekki, ég þá rennblaut á bakvið eyrun, að hún sagðist hafa haft rænu á því þegar það var séð í hvað stefndi að spurja hann svona út í eitt og annað í sambandi við tæknina og svona, þannig að hún þurfti ekki alveg að finna upp hjóli og mér finnst hún bara ótrúlega huguð að henda sér í þetta og það verður þá líklega auðveldara fyrir hann að koma þegar að útfyrinum gargengin og svona aðeins búið að sleikja sárin að koma aftur smám saman tilbaka til okkar í þetta stórkostlega þennan stórkostlega heim, prjóna heim sem við höfum og ekki veitir af þessa dagana í öllum þessum hörmungum sem að líka á okkur dynur allstaðar í heiminum og við bara lúxusgrísirnir á litla Íslandi bara ég held að við gerum okkur ekki grein fyrir hvað við erum lánsöm sama hvað okkur finnst pólitík og eitt og annað sem að betur má fara, ég ekki að segja það en okkar vandi bara hlægilegur með að við svona okkar almennu borgara sem að höfum alveg í okkur á að það alls ekki þannig
á allt og mörgum stöðum og allt og margar hörmungar í gangi sem eru á höndum fárra aðila. En við ætlum ekki pólitíkina hér. Hér á að vera gott og gaman og og bara minnum að ná hvað maður er heppin að hafa áhugamál sem að svona margir eru á kafi í og vilja deila með manni og vera með manni í þessu og það er nú alveg stór partur af því að koma svona tilbaka aftur hingað. Að það, þó maður sé bara að tala við sjálfan sig og mér finnst alltaf merkilegt þegar að fólk sé að horfa á mig bulla að það er bara eitthvað svolítið svona gott í hjarta að vera í þessu samfélagi, þessu öllu jafna dásamlega samfélagi og já, en annars eru bara önnur teppi bara á dúllinu, mögulega fytti ég óvart upp á Garðabrjónsteppi fyrir kannski eitthvað að barnaböndunum úr svona fluffy, mér langar svo að prófa þetta svo ógeðslega mjúkt, geðveikt, geðveikt skal ég eitthvað segja, þetta er 100% póliestari en þetta er svo mjúkt að það er ekki fyndið sko, ég veit að ein lítil kona yrði hjúluð ef hún segi þetta. En ég er nú að hugsa að ég keypti nokkra liti, hugsa að taka hana hvíta frá af því að ég er með vesti með svona stórum bólum á sem ég langar ógeðslega að gera og langar að prófa að gera það á þessu. Þetta er alveg rétt gróleiki og allt. Kannski, sjáum til. Róum okkur. Ég sagðist ekki verið með neitt á döfinni en þið heyrið það hausinn er alltaf á milljón og höfundar alltaf að ryðja út einhverjum dásamlega fallegum uppskriftum handa okkur og en ég þarf kannski bara að fara að fókusa svolítið á hvað ég ætla að hafa í ferðaprjón. Það þarf að vera bæði einfalt og ekki fyrirferðarmikið. Við förum yfir páskana 1. til 7. apríl og ég veit alveg að það verða alveg stundir sem við verðum í íbúðinni sem að við höfum aðgangað þar sem að við og við erum ekki með neitt plana nema að fara í lúrsafnið á skírdag eða föstudaginn langa og annað er bara svona óskrifað blað, við erum mjög vel staðsett þannig að við getum rölt á þessa helstu staði og ef við nennum ekki þá er nú aldeilis gott að hafa eitthvað til þess að prjóna. Þannig að ég er alveg með 3 sjöl í gangi sem ég geti alveg tekið með mér. Allavega eitt þeirra sem fylgja því bara 2 hespur. Vertices United, þar eru 5 hespur og Mystery Sjallan Stevens síðan í október er náttúrulega líka en það er kannski aðeins of ég þarf þá alltaf að vera með spjaldtöluna svona við hendina til þess að gera það en mér langar svo ógeðslega að klára það. Þannig að ef ég fer að verða svona meira til friðs í þá get ég að fara niður í minni prjón aftur og ég er svona alveg á mörkunum með 3,5 mm í langan tíma, alltaf í stroff og eitthvað svona og er þá með langan prjón þannig að ég er ekki í litlu sem að pönkast í þessum spasma mínum. Þannig en ég er bara í Jesus, það er eins og ég hafi bara ekki gert annað en að prjóna en við skulum ekki gleyma því að sumt að þessu er langt síðan að ég eins og glóverpeysana, ég löngu byrjuð á henni og flest þetta er á frekar grófa prjóna. Hekl er vissulega mun fljótlegra að vinna heldur en að prjóna þó sem maður sé ekki vanur heklari. Hörru, ég ætla að segja ykkur eitt ég er náttúrulega í svona stykki sem er svona þetta er kaflinn vaður einu í annað stykki sem er flík, þú veist, ef þetta væri teppi þá hefði ég bara heklað endana með í og eitthvað svona en ég sleit á milli hvers einasta og svo vorum við í óvæntu matarboði hjá systur minni og langaði að hitta systkinunum til þess að skipuleggja 90 ára afmæli hjá pabba okkar sem við ætlum að halda upp á helgina. Þannig að ég var að
sat og var að dunda mig við að fela alla endana. Ég var búin með allt nema þessa kanta sem ég heklaði og var þannig að dunda mig við það og elsta systir mín alveg, ég hef nú bara heklað þetta niður. Ég sagði, nei, veist það, þá hefði ég bara verið eins og ég væri með bara, þú veist, auka bein hérna eftir, það var eins og bara að mænan á mig lægi, eða hryggjarliðin lægi utan á, ofan á öðru setta hryggjarliðin. Þetta er svo þykkt að þetta er tvöfalt og alltaf 4 endar í hverri umferð, þannig að ég varð að splæsa svo út og gera þetta snyrtilega, þannig að það fær ekki fyrir þessu. Þannig að það eiginlega næstu tók lengri tíma að ganga frá henni heldur en að gera hana. En ég svo sem mér finnst nefnilega alls ekki, það kemur oft í mig óþol þegar ég er alveg að vera búin með seinni ermina, þegar maður er alveg að vera búin að fella sjálfnu, þá langar maður helst bara að henda þessu frá mér og vil ekki sjá þetta, en ég bara pínu mig að þrauka áfram. En að ganga svo frá endunum, það er bara geggjað, sko. Það er bara ein góð bíómynd ef að mikið af endum eða 2 þættir eða eitthvað. Mér finnst það ekkert mál, en að klára stykki getur alveg farið í taugakerfið á mér, sko. Þannig að en mér finnst bara líka eitthvað svo, mér finnst rosalega gaman að gera verkið og að klára það, en ekkert endilega fyrir mig til þess að fara svo að nota það, af því að ég er í vinnufötum á daginn, hér er steikjandi heitt þegar ég kem heim úr vinnunni, þannig að ég er voða sjaldan í þessu. Ég reyna að vera dugleg helgar að henda mér í eitthvað ef við förum út úr húsi. Og nú annars þá bara held ég áfram að leigja á Bás 33 og sé hvað kemur út því. Ég er svolítið spennt að sjá hvernig þessu verður tekið hérna á Akranesi. Og við sjáum hvað situr. En ég held ég sé búin að bulla alveg bara næstu í klukkutíma. Þannig ég segi bara takk í dag og við sjáumst sennilega bara miðjan apríl með nýjan skammt af einhverju craziness ef að þetta verður allt í friðs hérna. Annars þarf ég mögulega aðeins að róa mig og taka til þess, en mér er svo sem engin orku með það. Ég sá að Linda vinkona er komin í gifsi og getur ekki prjónað í allavega 2 vikur og jesús. Það er alveg tilhugsun sem að mér finnst bara erfið. En að þetta er svona svolítið fyrir hausinn á mann líka. En eins og ég segi, bara takk fyrir í dag. Gott að hitta ykkur. Gott að geta hreinsað af borðinu, þetta sem ég er búin að klára og það sem ég er að gera. Og við sjáumst í næsta mánuð að öllu óbreyttu. Takk fyrir og bless bless.